Já, kæru áhorfendur, verið þið velkomin til leiks hérna í seinni leik undanúrslita í annar deild 9. flokks kvenna þar sem að ÍR-ingar sem að voru í fyrsta sæti fyrir úrslitakeppnina taka á móti stelpunum frá Ísafirði í vestra. Það alltaf verða klárt til leiks. Ég heiti Rúnar Ingi Erlingsson og með mér Kristjana Eir Jónsdóttir. Kristjana, hvernig leggst þessi seinni leikur í þig? Ertu tilbúin í þetta? Já, klárt mál. Það ekki? Jú. Leikur 2 í dag. Leikur 2 í dag. Úrslitin hérna á morgun. Liðið sem að vinnur þennan leik mætir Njarðvík á morgun klukkan 12:30, eða ekki? Jú. Njarðvíkurkonur unnu fyrir undanúrslitaleikin áðan gegn Valsstelpum og tryggðu þar með sæti í úrslitaleiknum á morgun klukkan 12:30 og þá verða ÍR-stelpur eða vestra-stelpur sem að munu etja kappi við heimakonur í Njarðvík hérna í Ljónagrefjunni á morgun. ÍR-ingar fyrsta sætið í annarri deildinni, kannski smá yfirburðir í þessum leik. Hvernig líst þér á þetta? Já, það verður bara gaman að sjá hvernig Vestri mætir leiks. Það hefur verið mikill munur á milli liðanna í vetur. En þetta er play-offs og þetta er smá eins og bikarkeppnin. Það er bara hvernig þú mætir til leiks í dag, hvernig leikurinn fer. Það er gamla góða win or go home pælingin. ÍR-stelpunar komin inn á völlinn, 3 svona hávaxnar. Það er með Hatti Jóbi sem að leikmann nummer 9 í ÍR-liðinu og Aníta Jónsdóttir fyrirliði liðsins. Og gaman að sjá hérna leikmann nummer 8, Svölu Vigdísi Svavarsdóttur, faðir hennar, gerði garðinn frægan með Hamarsmönnum og Haukum. Spilaði með þér á sínum tíma? Nei. Það situr einmitt hérna fyrir framan okkur tilbúinn í stúkunni, Svavar Pálsson. En þá Jón Svan. Verið að tryggja að allir leikmenn séu vel girtir og svona. Tilbúinn að kasta boltanum upp í loftið og þá þetta farið á stað. Mikil barátta boltan og vestra-stelpur ná tökum á honum og hefja fyrstu sókn leiksins. ÍR-ingar skipta hérna á hindrunum. Aníta Jónsdóttir með mjög aggressíva vörn hérna upp á toppnum, missir manni fram í sér. Frábært dræf hjá Dagníu, en hún klikkar á layupinu. Nei, ekki að klára þetta. Aníta með sendingun út í hornið, fær hann aftur. Boltarhreyfing hjá ÍR-liðinu og Svala Vigdís með þriggjastaskoti gengur ekki. En ÍR-ingar í hörku ná hérna 2 sóknarfrákastum. Og fær villuna, hún er væntanlega á leiðinni á línuna, já, 2 skot. Birgitta Magnúsdóttir, Birgitta Líf þarna með flotta baráttu, kemur sér á vítalínuna, getur skorað fyrstu stigi leiksins. Fyrra vítið fer forgörðum. Þjálfari vestra reynsluboltinn Gunnlaugur Gunnlaugsson, búinn að vera lengi leikmaður vestra. Frábært frákast hjá Hatti. Hatti Jóbi skorar fyrstu stigin. Hávaxnasti leikmaður á vellinum. Já. Mikil ákefðina í svona maður-mann pressu ÍR-liðsins. Jón Svan, dómari leiksins, að laffara skoklukkuna. Hann er með þetta allt í smásjá.
Á boltanum inn, Vestrastelpur og farið í 3 stiga skotið, gengur ekki. Ég á boltan. Sigurbjörg fekk þarna ágætislúk, gekk ekki að þessu sinni. Þetta kannski svolítið það sem Vestur þarf að gera, bara skjóta þegar lúkið kemur. Bara þora. Smá skoklukku vandræði hérna í byrjun. Ja, það ekki bara leikmennir sem eru að spreyta sig á stóra sviðinu í fyrsta skipti, það líka ritaraborðið. Þetta sviðið það sem að þau fá líka að æfa sig þar. Anita sækir á hægri höndina inn á teginn. Villa karfa góð. Virkilega vel klárað. Vel klárað, tekur snertinguna. Gunnlaugur aktífur hérna á varamannabekknum. Leiðbeina sínum stelpum. Anita setur vítið að auki. Góð byrjun í stelpna 5-0. Fín árás. Vel gert hjá Dagnýju. Hún fær 2 skot. Sækir hérna inn í vörðina. Dagný á vítalínunni 2 skot. Setur fyrra víti niður. Kolfinna nýtti tækifærið og gaf Anítu einhver vel valin orð. Hatti með frákastið. Ég hefði á tilfinningunum hún eftir að taka mörg frákast hérna í dag. Já. Sækja á blokkina á Hatti og Bí og hún klikkar skotinu. Vestrastelpur bjarga aftur. Anita keyrir aggressíft á hægri höndina. Anita svona skemmtilegur bakvörður, aggressív, mikil íþróttakona svona við fyrstu sýn. Já, algjörlega. Setur fyrra vítið. Sex, 1 fórustað strax í byrjun fyrir ÍR-inga. Klikkar á seinna vítinu og Vestrastelpur ná frákastinu, keyra hérna upp völlin. Dagný enn og aftur með boltan í höndunum, sækir á ÍR-völlina, fær ekki villuna þessu sinni. Og ÍR-stelpur keyra hratt í bakgjafn. Svala Vigdís setur sín fyrstu stig í leiknum. 8-1. Dagný svona búin að vera mest áberandi hjá Vestraliðinu í byrjun leiks. Þeir mikið í gegnum Dagný. Valgerður. Frábær feik hjá Dagníu, frábær sending. Leifubinn ekki að detta. Silvía þarna opinn og Anita keyrir fyrir ÍR-lið. Setur hann út í hornið. Hatti svingar boltanum yfir. Svala fyrir þristinn. Skakkur. Sigurbjörn með frákastið. Hvernig gott að Vestrastelpur ná að búa til gott skot þegar Dagný farin í horninu. Galopinn. Frákastabarátta, uppkast og ÍR-stelpur eiga boltan. Það er gaman ef að Vestrastelpur finna eitthvað smá takt og koma þessum svona opnu skotum sem þeir eru að búa til. Já, þeir eru alveg búin að vera að fá opin skot. Fá smá stemmingu í liðið og halda í liðinu svona aðeins nær sér. Anita hérna býr til 3 og 2, keyrir aftur hægri hönd. Opinn klárar ekki en Birgitta Líf aftur tilbúin að berjast í sóknarfrákastinu og kemur sér á línuna. Sá Vestraliði hérna á leiknum í gær, Njarðvík Valur. Þannig að þær komu í gær. Ætti að vera ágætlega hvíldar. Þannig að það er bara spurning
hvenær skotið fara þetta? Una Margrét Halldórsdóttir, leikmaður Vestra, strax komið 3 villur eftir einungis 3 mínútur hérna í fyrsta leikluta. Birgitta setur fyrir að klikka seinna, 9-1 fyrir IR-stelpur. Villa dæmd á IR-liðið. Halldóra fær villuna. Þá kemur Una út af. Og Vanda kemur inn á bekknum. Sigurbjörg opnar sig, tekur boltan upp fyrir Vestra. Birgitta Líf nær að koma að henda á boltan. Erfið sending, Dagný fær hann. Út. Valgerður skotið, klikkar. Mikil darradans hérna og Sigurbjörg enda með boltan, áttar sig út úr skóklukkunni. Dagný keyrir inn á vörnina. Frábært backdoor. Skemmtilegt, áöppin með layupið. Mikil barátta og Halldóra nær boltanum. Anita enn og aftur. Hatti strax komin á blokkina. Það ráða ekkert við hana. Nær, já, og það brjóta á henni. Klókar IR-stelpur þarna nýta sér stærðarmismuninn og Hatti nær góðri stöðu. Algjörlega. Það er bara eins og við vorum að tala í leiknum áðan. Það vantar svona yfirvegun sem kemur með reynslunni á aldrinum. Það tekur sér örlítið lengri tíma í að klára og þá fer þetta yfirleitt spjald ofan í. Hatti klikkar á fyrir vitinu. 9-1 staðan eftir 4 mínútur. Seinna vitið. Þeir beinustu lögunni, 10-1. Enn og aftur Sigurbjörg með boltan fyrir Vestra. Þær þurfa að koma einhvern stigum á töfluna. Tapaði bolti, Anita nær honum. Og halda áfram að fiska villur. 7. villan á Vesturleiði bara hérna á fyrstu 4 mínútunum. Og Anita fær 2 skot. Hatti var með gott screen þarna þegar Anita er að keyra körfuna. Já, sílaði manni sem vel. Sílaði manni sinn, þannig að hjálpinn gat ekki komið. Anita setur seinna vitið, 10 stiga fórustað strax í byrjun. Átta sekúndur, pressuvörn IR-inga að skapa alls konar vandræði fyrir Vestra-stelpur. Það finna engin svör á IR-vörninni hérna á fyrstu mínútu leiksins. Anita keyrir inn á köruna. Sóknarbrot. Frábær vörn hjá Dagnýju. Fiskar hann á sóknarvillu. Og Gunnleifur tekur leikli fyrir Vestra. Önnur villan á Anitu. Hún er búin að vera að gera mikið fyrir IR-liði. Já, hún fer mikið í gegnum hana og mikið að sækja inn á Vestra-vörnina og búa til eða koma sér á vítalínuna. Já. Þetta fer á stað svona kannski eins og þú komst inn á fyrir leik, síðasti leikur endaði með 30 stiga sigri IR-inga á Ísafirði. Þannig að nú þarf Gunnlaugur að finna einhver svör sóknarlega, einungis með 1 stig eftir rúmar 4 mínútur. Já, algjörlega. Það verður gaman að sjá hvernig það er koma út úr leiklíðinu. Oft er gott að taka leiklíð svona snemma í svona leik til þess að svona minna liðið á að núna er fyrsti fiðringurinn farinn. Og það verður gaman að sjá hvernig það er koma út úr leiklíðinu. Hvort það nái að fára því þær eru alveg búin að vera að fá góð skot en þær eru ekki að hitta úr skotunum. Vantar bara svona
að 1 eða 2 skot detti niður og þá er sjálfstraustið komið og það tekur mann oft rosalega langt. Gæti verið mikilvægt fyrir Vestra-Stelpur að setja niður eins og kannski einn þrist. Því að ÍR-lið svona þéttir teiginn ansi vel og lokar leiðunum. Þarna Dagný opnar sig en sækir inn á miðuna Sigurbjörg. Hann áöppin þarna. Þetta hefur verið þristurinn sem vorum að tala um. Gengur ekki. Og ÍR-stelpurinn á boltanum. Júlía með boltan en missir hann. Þarna Dagný með frábæra vörn og hún setur leigubið. Auðveld 2 stig. Vel gert hjá Vestra-Stelpum. Fyrsta karfa Vestra-Stelpna. Þær voru bara með 1 víti áður. Svala, Birgitta Líf. Skemmtilegt fyrir kringum vörnina og sækir enn eina villuna á Vestra-Stelpur og kemur sér á vítaluna í 3. skipti inn í fyrsta leikhluta. Við sjáum það að Vestra-Stelpur eru bara með 8 leikmenn á skýrslu og þar af eru 3 fæddar 2011 sem sagt í 7. bekk. En þetta gæti orðið erfitt fyrir þær ef þær fara að missa marga leikmenn í villuvandræði. Heldur betur. Seinna vitið fer rétta leið. 12-3 forysta ÍR-inga. Dagný. Frábær hreyfing. Skemmtilega gert. Vel gert. Dagný að stíga upp fyrir Vestra-Stelpur. Mikilvægt. Minnka munin. Katrín. Finnur Svölu. Kláraði þetta vel. Miðjum teiknum. Sterk hreyfing þarna. Vestra-Stelpur keyrir plaðan og sækir þarna á Hatti í hjálpavörninni. Gerir vel. Þetta er það sem við vorum að tala um. Það þurfti bara aðeins að opna á körfuna. Núna eru leigubinn að detta ofan í og þetta er strax komið niður í 7 stig. Silvía þarna með skemmtilega körfu og sækja á Hatti. Fín vörn. Fín vörn. Vel klárað. Ennþá betri sókn. Hatti Jóbi sterk hérna á blokkinni með góða hreyfingu. 16-7 ÍR. Sigurbjörg óöpinn. Fín árás þarna í miðjuna. Og Katrín keyrir plaðan. Var með Hatti þarna galopna. Og Vanda óöpinn þarna. Svala keyrir á hægindina, fær ekki villina og Dagný. Með Dagný, það eru skemmtileg frábær hreyfing hreyfing. á Dagný og hún klárar. Býr til pláss þarna og kemst fram hjá Hatti og klárar sterkt. 16-9. Dagný komið 7 stig í Vestra-liðinu. Fín stopp. Dagný með frákastig, keyrir upp 1-1. Minkar það niður í 5 stig. Þetta er frábær kafli á Vestra-Stelpum og Dagný þarna allt í öllu. Skiptingar. Anita kemur hérna aftur inn á 2 villum. Með 1 mínútu eftir í fyrsta leiklutanum. Hún þarf að fara varlega. Já, algjörlega. Það fór mikið í gegnum hana í sóknarleiknum áðan, þannig að það þurfa klárlega á henni að halda í sókn. Langur þristur, gengur Fyrsti út hjá ekki. Vestra-Stelpum, ná ekki frákastinu. Katrín fer á hægri höndina, missir boltan. Flott vörn hjá Vestra-Stelpum. Dagný fær boltan innan við mínútu eftir. Getur Dagný haldið áfram að minnka munin. Keyrir inn á miðuna. Þarna Sigurbjörg. Fer í skotið á millifærinu, gengur ekki. Anita með frákastið. Tabakú. Skotklukkan er í einhverju bullu, segja sér 1 sekúndu eftir. Sem er ekki alveg rétt. Ég veit ekki hver hún ætti að vera, en... Já, Jón Svan segir 8.
Ef það eitthvað sem ég treysti til að vita hvað mikið eftir skotklukkunni, þá það Jón Svan. Þarna skoraði Anita, kemur þeim aftur í 7 stig. Á síðustu sekundu skotklukkunnar, Anita með stórt skot, 18-11 og það komið stemming í stúkuna. Dagný fær hann, keyrir inn á vörnina, Anita þarf að passa sig. Vanda feikar Freysteinn fer á stað, dæmt skref. 18-11, 6 sekundur eftir að fyrsta leikhlutanum. Giska á Anita eða Katrín fá boltann. Katrín fær hann, keyrir á vörnina. Hún kemur sér í lay-up, en hún klikkar það. Nei, ekki að setja það niður. Opinn þarna. Átján-11 eftir fyrsta leikhluta. Með byrjunina þá voru svona seinni síðustu 3 mínúturnar bara góðar fyrir Vestra-stelpur og koma sér inn í leikinn. Dagný með 9 stig og greinilega hún þarf að stíga upp og ná að búa sér til körfur svona á opnum velli þar sem að hún þarf ekki að fara í gegnum alla IR-vörnina. Algjörlega. Hún þarf kannski á því að halda að liðsfélagarna setji opnu þristana þannig að vörnin geti ekki fallið svona mikið inn í teiginn. Draga þær aðeins út. Kemur tölfræðin hérna. Átján 8 frákastabáratan fyrir IR-liðinu sem kemur kannski ekki óvart enda með töluvert svona hávaxnara lið en Vestra-stelpurnar og búin að koma sér, búin að skjóta strax 13 víti hérna í fyrsta leikhlutanum. Algjörlega, Vestra-stelpurnar eru búin að vera smá klaufar þegar missa manni fram hjá sér. Það að brjóta á tíma sem það þurfi kannski ekkert endilega að vera að brjóta. Og það getur orðið dýrt að við sjáum að byrjunarliðsmaðurinn þeirra, Una, er komið með 3 villur bara í fyrsta leikluta og hún fékk þær snemma í fyrsta leikluta. Já, komið 3 villur bara eftir 3,5-4 mínútur, þannig að Gunnlaugur þarf mögulega að geyma hann eitthvað aðeins lengur á bekknum inn í annan leiklutan. Spurning hvort að taki sénsinn. Eins og þú komst inn á þann, þeir eru með 8 leikmenn á skýrslu. Og hjá IR er Anita eina sem er í villuvandræðum með 2 villur. Já, Anita Jónsdóttir fyrir liðsins með 7 stig, 2 villur. Og það eru Vestra-stelpur sem að hefja annan leikhlutan hérna með boltan. Dagný að reyna að opna sig gegn vörn IR-inga. Setja upp í sóknina. Sigurbjörg fer í fristinn, stuttur. Svala hérna með frákastið. Anita. Svala finnur Anita aftur. Keyrir þarna. Það ekki að koma boltan á móni en IR-ingar en eitt sóknarrákastið. Halldóra, þristur, bang! Halldóra setur þrist. Halldóra þarna náði sóknarrákastinu, fór bara beint út fyrir þryggjastelínuna og setti skotið. Þarna ungur leikmaður Vestra, Vagnfríður kominn inn á, steig út af. Gunnlaugur aðeins að rótira á liðinu sínu. Flott vörn núna hjá Öndru sem að þvinga hana til að stíga út af. Halldóra með boltan. Svala opnar sig hérna á toppnum. Finnur Anitu. Sækir á vörnina, setur press á hringinn. Gengur ekki. Silvía með frákastið.
Boltinn út af. Þarna þarf Dagný svolítið að hjálpa Silvíu, koma og opna sig. Við sjáum það að þær eru alveg í smá vandræðum með að brjóta pressuna þeirra og eru oft í að hætta að fá á sig 8 sekúndur. Silvía hérna með Valgerður, Silvía sem átti hérna erfiða sendingu og Katrín stelur boltanum, kemur sér á línuna, 2 skot. Og núna er Dagný komið með 2 villur í öðrum leikluta. Þetta gæti orðið. Þetta er erfitt fyrir þær ef hún fær 3. villuna fljótlega. Mikið vesen fyrir Vesturtelpur með þessi villuvandræði. Katrín geigaði fyrir skotið. Seinna fer fólkunum líka. Aggressív vörn þarna, svona handcheck sem að Anita slapp við, hefði getað pikkað upp 3. villunum sína þarna en Já. Það hefði alveg verið hægt að færa rök fyrir að dæma villu þarna allavega. Sigurbjörg, já. Hárrétt villa. Svala brotleg og er þar að fá sína fyrstu villu. Koma skiptingar, Svala og Andra út af fyrir Birgit Líf og Haddi sem koma hérna aftur inn á. Silvía fer beint inn í hjálparvörnina, stólinn bolti, Haddi nær ekki að setja niður sniðskotið opinn og Vestrastelpur sleppa skrekkinn þarna eftir enni tapaði boltan. Það þarf að klára sóknina sinni með skotum. Sigurbjörg gaf hreyfinguna, Silvía henni boltan. Frábært krökki á Dagný, hún var aðeins svo lengi að lesa þetta og þá er líka bara betra að sleppa því að gefa hann. Og Dagný hérna að fá sína 3. villu hérna eftir einungis 1,5 mínútu í öðrum leikluta. Hún er búin að vera að bera þær uppi í stigaskori með 9 af 11 stigum. Ég sé að Gunnlaugur þjálfari, hann er hugsi núna, hann veit að hann getur ekki tekið Dagný út af. Þannig að hann ætlar að taka áhættuna, hún þarf að vera skynsöm. Mikið lagt á unga leikmann hérna, frábær vörn hjá Vestra. Vagnfríður. Þarna gegn hávoksnum leikmann kemur boltanum á Dagný sem finnur Silvíu sem fer í þristinn. Dettur þessi. Inn og út, gott skot. Óheppnið þarna. Það er í loftinu, það er hljóta að fara að setja 1 rest. Við viljum sjálfsögðu reyna að halda þessu jöfnu. Þarna Anita sækir inn á vörnina, gefur boltan út af. Vestrastelpur ná stoppi, 10 stiga munur, 21-11, 5 mínútur 48 sekúndur eftir af öðrum leikluta. Sigurbjörg ber boltan upp fyrir Vestrastelpur og Dagný fær hann. Silvía aftur, keyrir núna á vörnina og setur hann niður. 21-13. Vel gert hjá Silvíu. Silvía hefur þetta greinilega alveg í sér, kom með 4 stig. Og Birgitta standa að vörninni þarna. Anita sækir sóknarfrákastig. Fín vörn, óöfnar Vestrastelpurna, missa boltan út af eftir frábæran varnarleik. Gera vel, erfið skot. Algjörlega, þú voru bara að klaufa hann á hann mikið þarna undir lokin. Þurfa að klára varnirnar með því að stíga út og taka frákastinn. Fara að sækja boltan, ekki bara bíða eftir að boltan detti í hendurnar á þeim. Haddi hérna að berjast við stöðuna og Birgitta Líf. Haddi með sóknarfrákastið og setur hann niður. Hávaxnasti leikmaður vallarins. Dugleg að berjast í frákastöðunni. Já, þetta er hárrétt. Þetta er hárrétt. Algjörlega. Dagný þarna aggressív sækir villuna á Anitu sem fær einmitt sína 3. villu. Já, þarna hefur dómarinn líklega ætlað að bíða aðeins og sjá hvort hún kæmist í skotið og leyfa því þá að slæta eftir þessari hagnaðarreglu. En af því að það gekk ekki þá varð hann að taka á dóminn. Það er hlaupa T-kerfið og hún fær víti. Það virðist vera trendið í
yngri flokkum í dag að hlaupa 10 í innkasti á hérna endalínunni. En það líka mjög skilvirkt kerfi. Þarna gengur skiptivörnin ekki og Silvía nær innri stöðu. Hún skorar úr fyrra vítinu. Þær að ná að halda sér í svona kringum 10 stigum frá þeim. Já. Vagnfríður hérna með baráttu, kemur boltanum. Boltanum út af hægir á sókn Írninga. Katrín og Anita báðar utanvallar, en það eru báðar svolítið svona búin að vera drifkrafturinn í sókn Írninga að keyra inn á vestravörnina, en Birgitta heldur áfram að vera ótrúlega þetta í sóknarfrákustunum og þriggjastaskotin gengur ekki. Sigurbjörg nær honum. Haddi til varnar. Stemming í stúkunni. Silvía keyrir á Birgittu, kemur sér. Frábært dræf hjá Silvíu. Þeir dæmdu villu og segja hún hafi verið í gólfinu. Veit ég hvort ég sé sammála því, mér fannst það búin að grípa boltann, en ég ekki dómarinn. Innkast. Vesturtelpur. Fín vörn Írninga, Svala ýtir honum aftur út af, annað innkast. Þá það Valgerður sem skiptir við Áraru. Við sjáum að Gunnlaugur þjálfari heldur Dani á vellinum, á 3 völlum og frábær hreyfing vinstri hönd. Þetta held ég ástæðan fyrir því að hann að halda inn á vellinum. Já, hún klárlega hættulegasti sóknarleikmaður vestra og skora sitt 11. stig. Minnka muninn 23-16 fyrir ÍR. Rétt. Sigurbjörg brýtur þarna á Haddi. Þriðja liðsvillan á vestra núna og ÍR tekur leikhlé. Írningar taka leikhlé. Vestra stelpur búin að svara svona sterkri byrjun ÍR-liðsins bara nokkuð vel. Algjörlega. Það eru svona að vinna síðustu 8 mínúturnar, 15-12. Þannig að þær geta klárlega haldið í þetta ÍR-lið. Það snýst allt það að boltinn fáir svolítið að fara í gegnum Dagníu og Silvíu. Að það reynir að búa til pláss fyrir þær til að ráðast á vörnina og þannig koma sér í góð skotfæri og svo þurfa vestarstjörnur mögulega að fá kannski aðeins meira framlag frá fleiri leikmönnum, tilbúnar að grípa og skjóta þegar þær fáar galopnar fyrir utan þriggjastaslínuna. Já, algjörlega og jafnvel að vera ekki hræddar við að feika mann í klósetti og bara dræfa og sjá hvernig það opnast ekki eitthvað. Þegar þrýstandir eru ekki að detta þá maður ekki að fara aðeins nær. Sýna smá þolinmæði. En það eru að halda sér í þessum leik, þetta í 7 stigum núna. Þrátt fyrir að ÍR-ingar séu búin að taka alveg gífurlega mörg sóknarfrákost, þá það ennþá inn í þessu leik, 4 mínútur eftir af öðrum leikhlutanum. Og ÍR með innkast. Skilja bara Haddi eina eftir hana. Þarna sofanda háttur í vörninni eftir leiklið og Haddi fær þarna bara auðveld 2 stig. Unna komin aftur inn á, þannig að akkurat núna Vestri með 2 inná með 3 villur í öðrum leikluta. Hallfríður tapar boltanum, Haddi og Júlía setur niður 2 stig. 4 stig röð hjá ÍR eftir leiklið. Dagný, skemmtileg hreyfing, sækir villuna þarna. Aftur eru þeir að dæma eftir hagnaðarreglunni. Ef hann hefði sett hann niður þarna þá mögulega leikurinn bara haldið áfram. En það var einhver smá snerting sem dómarinn sá hjá Nó og Dagný kemur sér á línuna.
Katrín skipti við Svölu sem að fékk hann eitthvað smá högg held ég á ökklam. Katrín Huld Káradóttir Dagný setur fyrra víti niður. Seinna víti fyrir forgörðum en mikil barátta, uppkast. Birgitta drjúg fyrir ílið í frákostunum. Einhvern veginn alltaf tilbúin. Já, og bara mjög vel staðsett. Fín pressa þarna hjá Vestra. Ír á boltan. Það eru að pressa þar og gera þetta erfitt fyrir þær. Vagnfríður þarna, næstuði búinn að stela boltanum. Júlía setur upp sókn í liðsins. Finnur Hatti og Katrín. Ég held að þetta sé rétt og þetta svona trend að ef þú hikar í skotinu þá eru meiri líkur en minna á þú skrifir ef þú ákveður að dræfa. Það dregur leppina aðeins áður hún setur boltan niður. Dagný og Silvía. Halda áfram að vera svona drifkrafturinn í sóknarleik Vestrastelpna. Silvía keyrir hérna inn á miðjuna, fær innkastið. Valgerður opnar sig í horninu, keyrir á Birgittu. Valgerður aftur, fer í þristinn í horninu, oflangur. Og Júlía setur þá upp sókn í liðsins. Og Birgitta nær góðri stöðu, auðvelt 2 stig. Flott spil hjá IR-stelpum, 29-17. 2 mínútur og 40 sekúndur eftir af öðrum leikhluta. Vagnfríður í þristinn, er hann að svara? Nei. Una nær ekki frákastinu. Heppir að fá mögulega ekki 4. vitnuna og IR-ingarnir keyrir upp hraðan. Birgitta keyrir um eina frábæra aukasendingu út. Júlía þristur að spjaldinu, gengur ekki. Dagný ekki vakandi þarna. Það næstu búin að gefa Hatti frákastið. Dagný kannski of hrædd við bara hæðina í Hatti þarna, ekki að horfa á boltan. Kannski líka meðvitað hún getur ekki tekið semsat til að fá ekki 4. vituna. Sigurbjörg skiptir hérna inn á hjá Vestrastelpum fyrir Vagnfríði. Mikil hæðarmunur núna hérna inn í teiknum. Birgitta, ótrúlega klók. Frábær kött í áttakörfunni, góð sending, 2 stig, 31-17. 14 stiga munur og IR-stelpur svona einhvern veginn að sigla þessi í burtu. Frábær varnarleikur. Halldór með varið skot. Sigurbjörg með fyrr sem fer ekki honni og Dagný nær sóknarfrákastinu. Það þurfa Vestrastelpur að halda ró. Frábært dræf. Vel gert hjá Dagný. Ef að Vestri væri að setja þessu opnu þrista þá væri líka dræfinn að Dagníar auðveldari því að varnarmenn gæti ekki farið svona langt inn í teginn til þess að stoppa hana. 100% Dagný Emma fyrir lið Vestra. Hún að draga vagninn með 14 af 19 stigum. Ná stoppi, náðar að minnka munin eitthvað hérna undir 10 stigin fyrir hálfleikin. Sigurbjörg með boltan. Og keyrir inn á miðjuna. Frábært kött hjá Valgerði. Valgerðin ekki að koma boltanum niður. Fínasta sókn. Birgitta Líf kemur upp með boltan. Finnur Katrínu galopin. Nær ekki að setja hann en Birgitta Líf enn og aftur vel staðsett í frákastinu. 2 stig. Birgitta Líf bara eiginlega búin að vera besti leikmaður á vellinum hérna í fyrri hálfleik. Silvía. Frábær blokk hjá Hatti. Keyrir hérna inn í miðja IR-vörðina þar sem Hatti sýnir styrk sinn. Dagný nær boltanum, hún er 1 á 1 á móti Júlíu. Og setti í nítróið þarna og sprengdi fram hjá IR-vörðinni. Virkilega vel gert. Dagný Emma Kristinsdóttir með 16 stig hérna í fyrri hálfleiknum. Katrín nær ekki að koma boltanum honni. Una þarf að koma boltanum frá sér.
Silvía kemur upp, finnur Dani. Óöppin Dani þarna, kannski möguleg þreyta, búin að spila alla mínútur leiksins. Já, hún hefur ekkert farið út af. 27 sekúndur eftir að fyrri hálfleiknum. Halldóra með boltan. 33-21, 12 stiga forystu Írringa. Júlía missir boltan, Silvía tekur hann og aftur opin völlu fyrir Dani. Nær hún að gera sama á hann. Vel gert, sækir snertinguna, kemur sér á vítalínuna. Núna þarf Dani að setja niður bæði skotin. Koma mununum niður í þessi klassísku 10 stig fyrir hálfleikinn. Fyrra skotið, Geigar, skoppar af hringnum, seinna skotið. Fer rétta leið. 11 stiga munur, það eru 10 sekúndur eftir. 10 sekúndur eftir, Birgitta Líf. Keyrir hérna upp miðjuna, finnur Halldóru, gengur ekki. Og tíminn rennur hérna út, mikill barningur boltan. 33-22 hálfleikstölur í þessum seinni undanúrslitaleik í annarri deild 9. flokks kvenna. ÍR-konur með 11 stiga forystu. En Vestrastelpur búnar samt sem áður, bara eftir fyrstu 4 mínúturnar, þar sem að þessi 10 stiga forysta var til, þá eru búin að halda velli og bara er í svona fínu jafnvægi við ÍR-liðið. Já, algjörlega. Þær eru líka að fá opin skot, þær bara ekki að setja. En það er einungis 2 leikmenn í Vestraliðinu komnir á blað. Það er Dani Emma Kristinsdóttir, fyrirliði liðsins, með 17 stig hérna í hálfleik og Silvía Rán Franklin Magnúsdóttir með 5 stig. Hinum megin í liði ÍR er Svala Vigdís Svavarsdóttir með 4 stig, Haddi Jópi með 9 stig og ótal fráköst. En jafnvel besti leikmaður fyrri hálfleiksins, Birgitta Líf Magnúsdóttir, búin að vera bara frábær, sérstaklega hérna á sóknarhelmingi, ná í sóknarfráköst og staðsetja sig og búa til auðvelda körfur. Já, og er líka búin að vera drjúg fyrir þær í varnarfráköstum. Hún virðist vera rosalega góð í að lesa hvar boltinn muni lenda til þess að geta komið sér í stöðu til að ná honum. Klókur leikmaður, Birgitta Líf, en fyrirliði liðsins Aníta Jónsdóttir með 7 stig og 3 villur og búin að setja svolítið núna í öðru leikmannum. En það er hálfleikspása, 8 mínútur í að seinni hálfleikurinn fara á stað og við ætlum að taka okkur smá pásu og komum að kaffipásinu lokni.
Já, kæru áhorfendur, þá erum mætt aftur fyrir seinni hálfleikinn í leik ÍR og Vestra í seinni undanúrslitaleik annar deildar 9. flokks kvenna þar sem ÍR-ingar leiða 33-22 eftir fyrri hálfleikinn. Náðu fljótlega 11-1 fórustu en Vestra stelpur hafa haldið velli svona seinni hlutan í fyrri hálfleiknum. Spurning hvernig byrjun síðari hálfleiks mun fara með þær gegn byrjunarliði ÍR-inga. Áhugavert að horfa í tölfræðiblaðið 34-15 fyrir ÍR-ingum í frákastabaráttunni. Og Birgitta og Hatti eru báðar með 9 fráköst. Birgitta og Hatti búin að vera bara svona með algjöra yfirburði í teiknum. Núna er Aníta Jónsdóttir fyrirliði ÍR komin aftur inn á með 3 villur. Mjög aggressífur leikmaður. Það hefði verið gaman fyrir Vestra að þetta skot hefði dottið niður. Þetta skot hefði getað verið stórt. ÍR-liðið setur upp svo Svala Svavarsdóttir kemst alla leið, nær ekki að klára. Sigurbjörg enn og aftur kemur upp með boltan og skemmtileg hreyfing. Skilur Hatti eftir fyrir þristinn og neglir honum niður. Frábær byrjun fyrir Vestra stelpur þetta í seinni hálfleiknum. Sigurbjörg með sín fyrstu stig. Og fyrstu þristurinn hjá þeim. Fyrsti þristurinn, það voru 0 af 8 í fyrri hálfleiknum. Skemmtileg hreyfing hjá Svölu, gengur ekki. Vestra stelpur ná stoppi. 33-25 náður að minnka munin enn frekar. Una kemur boltanum út á Silvíu. Auka sendingin út, Sigurbjörg farin aftur, 2 í röð. Já, Sigurbjörg Árnadóttir byrjar seinni hálfleikinn hérna að krafti með 2 þrista. 33-28, einungis 5 stiga munur. Svala finnur Birgis líf, sækir inn á miðuna, gefur hann út. Við sjáum það að Dagný hefur fengið skýr skilaboð í hálfleiknum um að fá ekki 4. villuna strax. Dagný þarf að halda sér inn á. Skemmtileg, sækir inn á vörnina. Sigurbjörg fer ekki í 3. röð, sækir inn á. Og Una með 3. þristinn í röð af spjaldinu. 9-0 byrjun. Það er 33-31. Ekki 33-31. Þetta var nú ólöglegt skrín að ég held. Dómarinn sá það ekki og Aníta svarar. Hann stóð þarna svolítið ýta með höndunum frá sér í skríninu en slapp við það. Ákveður sem var blindu hliðinni hjá Jón Svan dómara leiksins. Þarna vantar 3. dómarinn til að pikka upp þessa villu. Þarna dæmt út af. ÍR-ingar aftur hætti kannski að fá ekki villuna. Það er mikil snerting en dæma út af og ÍR-liðið fær boltan aftur. 35-30. Þetta er alveg leikur hérna strax í upphafi seinni hálfleiks. Vond sending þarna. Dagný með opin vörn fyrir fram að sig. Sækir á ÍR-vörnuna, nær ekki villuna þessu sinni. Gerði vel í fyrri hálfleiknum að koma sér á línuna. Og ÍR fljótar að snúa vörninsókn en sendingin erfið þarna inn á teginn. Hatti nær ekki að halda boltanum. Dagný getur þá sett upp svo fyrir Vestra stelpur og minnka munin. Sigurbjörg setur boltaendurinn af, fær skiptingu og frábær árás á teginn hérna. Tekur ákvörðun að klára sjálf í staðinn fyrir að gefa Unu sem er nýbúin að setja þristinn. Já, þær hefðu getað minnkað þetta niður í 1 stig þarna en í staðinn ákvörðun að fara í erfitt skot yfir Hatti sem er stærstinn á völlunum. En halda áfram að ná stoppum. Sigurbjörg með gott frákast þarna og villan dæmt á Birgittu Líf sem var að fá sína aðra villu hérna í leiknum. 4 stiga munur, 35-31. Silvía keyrir inn á miðuna, finnur Valgerði þarna sem nær ekki alveg tækja boltanum en það er bara að ná boltanum aftur. Valgerði. Það er alvöru svona barátta í Vestra-stelpum. Dagný keyrir inn, Una, Silvía fyrir ekki þriggja skotið. Erfið sending þarna.
Katrín með boltan. Vestra ná að hægja á henni en kom boltanum á Hatti. Hún nær innri stöðu, setur hann í 2 stig. Gott svar hjá ÍR-liðinu. Sigurbjörg hérna í svolítið erfitt skot af driplinu. Stuttur og ÍR-liðið getur það bætt í muninn aftur. Það er spurning hvort að dómarinn hefur rætt það í hálfleik að láta leikinn flæða meira. Þeir eru ekki búin að dæma mikið af villum, þó það sé alveg mikil snerting. Ég segja það er kannski aðeins öðruvísi í svona svo komið niður í 9. flokk að beita hagnaði. Það er mjög erfitt. Þegar leikmenn hérna, þeir eiga mun erfiðara með að halda stöðum í gegnum snertinguna. Þannig að þetta er ekki eins og við erum að horfa á söpudeild karla eða kvenna þar sem þú ert með atvinnu íþróttamenn sem fara í gegnum snertinguna og það hefur ekki áhrif á þær. Algjörlega. Hérna hefur snertingin mikil áhrif. Og ekki bara á hvort þú haldir stöðu, heldur líka bara á þreytu. Heldur betur. Þarna er það Vanda með eitt skemmtilega Clinton á spjaldinu. 38-33. Anita keyrir inn á ekki dæmt. Það er að leyfa hörku hérna á báðum endum vallarins. Innkast sem að ÍR-ingar eiga. 3 mínútur 57 sekúndur eftir hérna af 3. leiklutanum. 5 stiga munur. Vestra stelpur búnar að gefa þessu líf hérna í upphafi 3. leikluta. Sendingin út, Anita keyrir inn á hægri höndina, finnur Hatti út á Halldóru aftur. Halldóra í þristinn, stuttur. Enn og eftir eru þær að ná sóknarfrákustum. Hárrétt. Það má renna en það má ekki rúlla sér. Það má ekki rúlla sér hérna, Halldóra óopin, mikil barátta. Og vestra stelpur ná stoppi. Dagný setur upp sóknina fyrir vestra stelpur. Nú þarf Dagný að taka góðar ákvörðin. Flott sending út í hornið. Valgerður. Og Silvía. 10 sekúndur á skóklukkunni, nægur tími. Dagný, snúningurinn, inn í miðuna, klárar vel gert. Minnkar það niður í 3 stig. Flott jafnvægi á þessari hreyfingu þarna hjá Dagný sem er búin að vera stórkostleg í Vestræðinu með 19 stig. Katrín óöppin, en aftur vestra stelpun með stopp, 3 stiga munur, það geta við jafna leikinn. Dagný. Stefnubreytingar, erfitt skot, gengur ekki. Vestra stelpur þurfa að halda áfram að spila liðskörfubolta, þannig koma þessir inn í leikinn. Frábær vörn. Vel gert hjá Hatti Jópi hérna. Nýta styrkinn, næra íta Sigurbjörgu djúpt undir körfuna. Sem verður til þess að hún þarf að brjóta á henni og 2 vítaskot niðurstaðan. Sigurbjörg er komið með 3 villur. Sigurbjörg, Dagný og Una eru alla með 3 villur á vestra. Hatti setur fyrsta vítina, heyrim það strax í stúkunni. Það er svona að spennan er að magnast. 39-35. Seinna vítið, gengur ekki. Anita sterk í frákastarbaráttunni, næri þá uppkast og ÍR á boltan. Enn og aftur er frákastin að svíkja vestra stelpur. Yfirbörðir ÍR-ing í frákastarbaráttunni eru gífurlegir. Anita og Silvía til varnar. Vala komin inn á henni, bara fyrsta skipti í dag, gengur ekki á henni. Ná að snúa og keyrir upp hraðan. Silvía, erfið sending, Vagnfríður nær ekki tökum á boltanum, fín vörn hjá Völu. Tapaði bolti á vestra og ÍR-ingar
Getur þá haldið aftur í sókn, 4 stigum yfir. Anita fær hann, 3-2 staða, finnur Birgittu Líf. Virkilega vel spilað hjá ÍR, hún þarf að klára þetta. Klikkar á sniðskotinu en það halda boltanum. Mikil barátta og Dagný einhvern veginn endar með hann. Sækir villuna, virkilega vel gert hjá Dagný. Dagný getur komið sér yfir 20 stiga múrinn og minnka muninn hérna í 2 stig. Fyrra vítið einustu leið niður. 39-36. Dagný Emma Kristinsdóttir setur seinna vítið líka. Komið 21 stig í þessum leik og við það að stela boltanum hérna. 39-37 áhugaverðar senur, Kristína. Já. Ég skal alveg viðurkenna það, ég sá þetta ekki alveg gerast þegar við fórum í hálfleikinn. Frábær varnarleikur, Sigurbjörg nær sér stöðu, fær Anitu þarna bara beint í bringuna og Anita að ná í sína 4. villu. Og Vestrastelpur að koma bara virkilega sterkar inn í seinni hálfleik að vinna þannan leikundum í 9 stig. Silvía og Vanda þarna fyrir forystunni. Vagnfríður gengur ekki. Þarna vantar aðeins yfirvegun. Og Birgitta Líf kemur sér í góða stöðu, klárar. Mikið jafnvægi hjá Birgittu þegar hún að klára þetta í kringu körfuna. Og Dagný keyrir á Anitu sem á 4 villum. Kolfinna hefur ákveðið að halda henni inn á með 4 villur. Vanda hérna með 2 svolítið snögg þryggjarskot. Og halda áfram jafnvægir í sínum sóknaraðgerðum. Birgitta gengur ekki, Dagný sækir frákastið. Þarna kannski smá þreytumerki í hreyfingunni hjá Dagný. Það mikið búið að reyna á hana hérna í dag. Hún er ekki að komast fram hjá ÍR-vörninni í hraðablöpinu. Það var góð tilraun samt. Góð tilraun. Svala með boltan og ÍR tapar boltanum. Vagnfríður vel vakandi hérna. Sigurbjörg finnur Silvíu. Út á Dagný, fer í þristinn. Gengur ekki. En Vagnfríður er alvöru jaxlarna Vagnfríður. Algjörlega. Líklegast lágvaxnasti leikmaður vallarins með alvöru baráttu. Það er til sín taka. Dagný frábær stefnubreyting, keyrir inn á. Gerir vel að keyra á Anitu hérna á 4 villum. Nær ekki að klára það en ÍR tapar boltanum. En annað tækifæri fyrir Vestrastelpur að koma mununum aftur niður í 2 stig. Silvía opnar sig. Keyrir inn á miðjuna. Vanda, Sigurbjörg, þristur, bæng! Sjóðandi heit! Sigurbjörg Árnadóttir kom með 3 þriggjastaða körfu hérna í 3. leiklutanum. Þetta var það sem við töluðum í fyrri hálfleik að það þurfa fleiri að koma með stig á borðið heldur en Dagný og Silvía. Og Sigurbjörg hefur aldeilis svarað kallinu. Hún hefur svarað kallinu 41-40. Anita hérna nær mikilvægur sóknarfrákosti og kemur sér á línuna. 20 sekúndur eftir af 3. leiklutanum. Aðeins einstigsmunur. Anita setur fyrra vitið. 42-40. Anita Jónsdóttir fyrirliði Írninga skora sér 10. stig. Er á 4 villum. Seinna vitið fer sömu leið. 43-40. Síðasta sóknin hérna í 3. leiklutanum. Dagný með boltan. Það róar þetta niður, 10 sekúndur á klukkunni. Keyrir á Anitu. Boltinn upp í og Silvía, þristur, gengur ekki. Og þá rennur tíminn út. Frábær leikluti hjá Vestrastelpum.
sem skoruðu 18 stig gegn 10 í þriðja leiklutanum. Þetta var Sigurbjörg mjög drjúinn með 3 þrista. Sigurbjörg með 3 þrista, Una með svo væntanlega 2 stig, hún hefur stíð á línuna. Og Vanda með 2 líka. Vanda með 2 eftir hún Klindan hérna af spjaldinu skemmtilega. 43-40 fyrir loka fjórðunginn. Það er spenna í þessu, alveg eins og við viljum hafa það. Algjörlega. Og einhvern veginn svona stemmingin meiri hjá Vestrastelpum. Það er kannski að koma sjálfum sinni á óvart að einhverju leyti líka. Já, og sjálfsmyndstuð þegar skotið fara að detta, þá fer sjálfsmyndstuð. En það sem er að halda, sko, það sem að hjálpar íringum er bara eins og í síðustu sókninni þegar þær komið sér á vítalínuna eftir sóknarfrákast. Staðan er 47-24 fyrir íringum í frákastabaráttunni og þar af eru þær með 19 sóknarfrákast og búin að búa til 11 af 43 stigum sínum eftir sóknarfrákast sem er bara 25% af stigum liðsins eru eftir sóknarfrákast. Á móti sjáum við að Vestri er að refsa þegar IR er ekki að fara inn á vel með boltann. Það er sammálega. Já. Við komum með 11 stig eftir turnover hjá IR. Þar er Dagný Emma Kristinsdóttir, fyrirliði liðsins, kannski fremst í flokki. Hún er búin að vera frábær hérna á opnum velli í leiknum í dag. Hún keyrir á IR vörnina og refsar fyrir mistökin. En Vestrastelpur byrja með boltan hérna í fjórða leiklutanum. Geta núna að jafna að mynda þetta niður í 1. Dagný er að taka hann inn og Silvía þarna nær ekki að opna sig og Jón Svan, dómari leiksins, dæmir villu á Silvíu hérna í barningi við boltan. Ég held að hafi ekki verið neitt sko ásetningur í þessu. Ég held að hún hafi bara verið í klaufi. En óvítamæsli vill að getur verið óvart. Þetta var svolítið mikið óvart. Og Svala á línunni. Þetta var erfið byrjun fyrir Vestrastelpur sem eru búin að gera svo vilja að koma sér inn í hennar leik. En Silvía þarf bara að halda haust þarna. Eitt skoti niður, hitt er fótgörður. Silvía svolítið mjög sem niður þessu, þetta er allt í góðu. Þetta gerist í hverjum Það er oft mesta sjokki að fá á sig svona villu. Já, það er oft meira sjokk heldur en sko, það er eiginlega meira refsing heldur en vítin og boltinn aftur fyrir leikmenn á þessum aldri. Akkurat. Og hún jafnar sig, kemur inn á bara eftir örskamma stund aftur. Þarna frábært frákast, Birgitta Líf nær ekki að klára. Frábær sendingu upp veginn á Vagnfríði. Vel gert hjá Dagný með frábæra sendingu. Vagnfríður óheppinn í sniðskotinu, setur hann á spjaldi en hann lekur út af. Anita nær að svara þá fyrir IR. Það er refsa núna fyrir mistökin IR-ingar. 46-40, 7 mínútur eftir. Dagný keyrir upp sóknarleikinn. Vagnfríður í horninu, þristur. Gengur ekki. Vanda missir jafnvægið og IR-ingar eiga þennan bolta. Vestrastelpur þurfa að halda áfram að leita að Sigurbjörgu fyrir utan línuna. Þegar hún hefur verið að setja þristina fyrir þær. Sigurbjörg Árnadóttir með 3-7, 42% nýtingu þriggjastaskotum hérna í dag. Anita nær að opna línuna inn á klikkar á skotinu en Hatti enn og aftur með sóknarvarðstöð og Svala setur niður skotið. Þær eru að taka svona. Þetta var bara tvistið, það er 48-40. Alla stjórn aftur í lið. Og Dagný keyrir á Anitu, finnur Sigurbjörgu, þristur. Já, hún heldur áfram. Hún heldur þeim inn í leiknum, hún er bara, er hún ekki með alla þristana þeirra eitthvað? Una er skráð með 1 þrist á. Já, það er rétt, hún er sett 1 þristana. Þetta er alltaf auðvelt. Svala þarna með árás í gegnum miðjuna á Vesturvöllum og leggur hún í 48-40.
Skemmtileg hreyfing hjá Dagný. Klárar ekki layupið, fær veitluna 2 skot. Ég þykist vissum að það sé 50-43 akkurat núna. Ég held að stigin séu ekki Er það ekki rétt? töflu. Jú. 50-43, það 7 stiga munur. Dagný Emma á vítalínunni fyrir 2 skot. Getur það minnkað þetta niður í 5 stig aftur? Og það komið á töfluna 50-43, Kristín út með þetta upp á 10. Dagný setur fyrir vitið, heldur þessu innan seilingar fyrir vestrastelpur. Hún er 22 stig hérna í dag. Dagný Emma Kristjánsdóttir búin að vera stórkostleg í liði vestra. Setna vitið fyrir fólkunum 60 munur. Svala, erfið sending og Vanda nær honum núna að vera skynsamar. Sigurbjörg tekur boltan. Sigurbjörg í þristin og neglir honum niður. Hvað er að gerast? Hún er 5 af 9 í þristum í leiknum og allt í seinni hálfleik. Hún er 15 stig. Og hún minnkar muninn niður í 3 stig. Andra með Andra, þrist, klikkar, langur. Vagnfríður frá kostinu. Vagnfríður og Sigurbjörg með boltan. Finnur Dagný á opnum velli, sækir inn í miðuna. Vagnfríður, þristur. Bæk! Jafnar leikinn fyrir þær. Og IR tekur leikinn. Drive og kick, galopinn þreikislega og vestrastelpur algjörir töffarar hérna í seinni hálfleiknum og búnar að jafna leikinn 50-55 mínútur og 43 sekúndur eftir. Við áttum ekki vonað þessu. Nei, alls ekki. En þvílík frammistaða í seinni hálfleik hjá vestrastelpum, búnar að skora 28 stig á 10 mínútur. Þær voru með 22 stig hálfleik, búin að skora 28 stig núna á 10 mínútum og 17 sekúndum sem að bara er eins og góð úrvalsdeildarlið. Algjörlega. Og bara þriggjastiganýtingar í seinni hálfleik er ávið góð Það úrvalsdeildarlið. er bara jafnvel betri. Eiginlega, já. Sigurbjörg Árnadóttir með 5 þriggjastiga körfur hérna í seinni hálfleiknum. Bara sjóðandi heitt Gunnlaugur, þjálfari liðsins, ánægður með sínar dömur og hvetur þær til dáða hérna. Stemmingin öll með vestra liðinu. Og þær halda áfram að refsa fyrir stólnum boltana. Heldur betur. Skemmtilegu körfubolti. Dagný hérna með frábæra sendingu á Vagnfríði hérna í jöfnunarkörfunni. Jafnleikur, 5 mínútur eftir. Núna er mikilvæga mínútur og Katrín fer í skotið, setur það ekki og vestrastelpur með annað stopp. Sigurbjörg eða Dagný þurfa að sækja boltan hana. Dagný keyrir inn í vörðina, fær ekki villuna en innkastið er vestra. Vestri eiga boltan. 14 sekúndur á skóklukkunni. Lyftukerfi fyrir Sigurbjörgu. Aðeins of stuttur þarna. Skemmtilega gert lyftuaksjón og hún fékk þriggjastigaskot. Ég hefði gert það sama. Algjörlega. Búa til þriggjastigaskot fyrir hana. Og þær fara inn á Hatti sem er með stærð. Og Júlía setur niður stórt skot úr horninu þarna. Þannig er IR-vörðin steinsofandi. Dagný keyrir snúningur inn í miðuna. Frábær hreyfing. Óöppi nær ekki að klára en menn á sóknarfrákastinu. Silvía keyrir aftur. Og Sigurbjörg. Já. Sigurbjörg Árnadóttir er búin að vera ótrúleg í þessu seinni hálfleik. Jafnar leikinn aftur 52. 4,5 mínúta eftir. Svala fær skrínið. Frábærlega skipt þarna hjá Sigurbjörgu. Flott hjálpavörð. Katrín galopinn þriggjastiga. Klikkar.
vel stíð út þarna og vestra stelpur eiga boltan og geta komist í forystu í fyrsta skiptið í leiknum. Áfram í við höldum okkur! Alltaf haus, við klárum þetta! Það leikar að æsast. Dagný, Emma undir pressu frá Svölu, boltinn út af. Það var 5 sekúndur til að fara yfir miðju. Dagný, Vagnfríður opna sig. 5 sekúndur til að fara niður brekkuna. Vel gert. Nær ekki að koma boltanum við miðju. Veit ég hvort þessi sammála, hún með báða lappir hinum megin við miðjuna þegar klukkan er 16, en dómarinn sér þetta betur en ég. Tapar bolti á vestra. Þarna vil ég sjá Sigurbjörgu eða Dagný koma og bara taka boltanum við miðju. Já. Anita, fyrir liði Íringa, keyrir inn á vörnina, finnur Svölu. Frábær snúningur, frábær hreyfing. Kemur í liðinu aftur og opinn völlur og Dagný. Dagný óheppin hérna, það kannski að þreytan sé aðeins að segja til sín. Já, hún þarf að fara aðeins sterkara upp og þá er þetta vona. En þær ná stoppi og Sigurbjörg. Sigurbjörg, hún er búin að vera hérna frábær í seinni hálfleik. Erfið sending, Silvía nær að halda boltanum. Hérna Valgerði og Sigurbjörg. Jæ! Sigurbjörg Árnadóttir með 7. þriggjastiga körfuna sína hérna í seinni hálfleik. Kemum yfir í fyrsta skipti í leiknum. Sigurbjörg að fá þessu 4. villuna. Þetta var alveg klók villa en erfitt að vera komið með 4 villur. Silvía einnig með 4 villur, Dagný og Una sem er búin að setja númer á bekknum með 3. En Sigurbjörg Árnadóttir með 20 stig öll í seinni hálfleik. Og Haddi með enn eitt sóknarfrákasti. Villa, Karagóð! Sóknarfrákastin er að reyna að stýra Jópi. 3. Það er ótrúlegt hvað vestra liðið hefur gert vel í að komast yfir í þessu leik miðað við yfirburði í frákastabaráttu og það er að koma aftur liðinu mjög illa. Það breysti enginn að stíga út skotmann. Þarna vantar aðeins upp á einbeitinguna. Í liðið með einstigs forystu 56-55, 3 mínútur eftir. Það er allt undir í þessum seinni leik undanúrslita. Og Haddi Jópi setur niður seinna skotið 57-55. Dagný, opinn völlur, sækir á Anitu. Frábær snúningur. Haddi hætti Herðu, að fá þessu villu. dómarinn var búinn að dæma villu en hætti við. Þetta var villa. Þetta var frábær árás. Hann kom upp með hendina, flautaði bara ekki flautuna. En kannski réttlæti sigraði á endanum, dæmt skref á ÍR-stelpur. Sigurbjörg, hættu, næstum því. En bara haltu áfram og skjótast. Vagnfríður í mjög viltan þrist þarna, það þurfti ekkert að drífa sig. Alls ekki, það var nægur tími þessu. Og Haddi með erfiða sendingu og opnar þarna í 2-1 stöðu. Skipting hjá vestra. Vagnfríður fer út af og Una kemur inn á. Þarna fá þær aðeins meiri hæð. Áfram í En Vagnfríður er búin að berjast eins og ljón. Já, Vagnfríður er búin að vera bara geggjuð eins og bara allt vestraliðið hérna í sérstaklega í seinni hálfleik. Sigurbjörg með boltan. Júlía til varnar. Una færan, keyrir á Haddi, Silvía. Engin villa. Og ég er að fá boltan 2,5 mínúti eftir, 2 stiga munur. Það er oft aðeins erfiðar að dæma svona undirflokkaleiki af því það er svo mikið svona káf og þrengsli í gangi að það er erfiðar að dæma fyrir. Það eru tapaðu bolti Jafna leikinn aftur. Dagný Emma betri en enginn hérna og þarna nær hún að jafna leikinn 57-57. Dagný Emma með 24 stig. Frábær hjálpavörn hjá Silvíu, kemur tvöfaldur á Haddi hérna á blokkinni og vestrastelpur eiga sem svo fara aftur í fórstuna. Sigurbjörg keyrir inn á miðuna, hendur honum upp, spjaldi honi. Sigurbjörg Árnadóttir, hún er bara eins og Kari Örving hérna. Hvaða rugl er þetta?
kemum aftur yfir með 2 mínútur eftir. Og þar voru, IR voru heppna núna að tapa ekki boltanum aftur. 2 mínútur eftir og Vestrastelpur í forystu 59-57. Svala Svavarsdóttir með boltan. Erfið sending, tapað bolti, opinn völlur, Silvía með hann, Hatti á eftir henni og Villa 2 skot. Það eru senur hérna í Ljónugrifinu, Kristína. Klárt mál, eins og við tölum í byrjun, þetta er bikarleikur, það getur allt gerst. Undan úrslitaleikum Íslandsmóti og IR-liðið vann síðasta leik þessara liða í deildakeppninni með 30 stiga mun. En það skiptir engu máli í dag. Á heimavelli Vestra. Silvía. Og þarna dettur það ekki. Silvía búin að vera góð í dag. 59-57 fyrir Vestra. Seinna skotið niður 60-57. 3 stiga forysta. Birgitta Líf, hún er líka búin að vera góð í dag. Hún er með boltan. Hvað gerir Birgitta Líf? Keyrir á vörnina. Finnur Hatti. Ekki Villa Karva góð, vel gert hjá IR-liðinu. Birgitta Líf þarna, frábær ákvörðun, nær í sig hjálpaverðina, Finnur Hatti galopna og 2 vítaskot fyrir IR-liðinu. Og Una fær á sig 4. villina. Og Hatti klikkar á fyrra vítinu. Það skiptir frákastabaráttan miklu máli. Hatti klikkar á seinna vítinu og Vestri nær frákastinu. Valgerður með sterkt frákast. Silvía, núna þurfa að róa sig. Nei, náðu ekki og Birgitta Líf stelur boltanum. Birgitta Líf fer þangað sem hún vill. Þetta er erfitt. Katrín með hann. Katrín keyrir inn á vörnina, missir boltan hérna. Þeir dæma ekki uppkast og Anita inn á vörnina. Og þeir dæma villu og það er kominn skotréttur. Á hvern dæmir hann villuna? Á Dagníu sýndist mér. Dagný að fá þá sína 4. villu. 1,5 mínútu eftir. Og Sigurbjörg, Silvía, Dagný og Una. Allar með 4 villur í Vesturliðinu. Framlegging er ekki það sem þær vilja. Þær vilja klára þetta í venjulegum leiktíma. Anita Jónsdóttir. Vítanýtingin er að stríða IR-ingum. Nú þurfa Vestrastelpur að vera skynsamar því að tíminn vinnur með þeim. Þær vilja taka rólega sókn, finna besta skoti og reyna að koma sér 2 hverju leik. Anita, seinna skotið, setur það, 2 stiga leikur, 58-60. Núna þarf Gunnlaugur að stilla liðið sitt. Hann þarf að koma boltanum í hendurnar á Daníu helst eða Sigurbjörgu. Vestri er ekki enda búið að taka leikli í seinni hálfleik. Það er tvöfalda hérna á Daníu. Löng sending, tapaði bolti. En Hatti með hann, gefur hann út. Hatti fer í skotið og jafnar leikinn. Hatti með eitt langan utan að velli, stórt skot, Dagný. Opinn völlur, keyrir inn á miðuna. Finnur, Sigurbjörg, Árna. Dótti, næstum því þarna 3 stiga. En það er stela boltanum. En tapa honum aftur, Birgitta með boltan, Finnur, Hatti. Það sleppa þarna IR-ingarnir með villuna í frákastabaráttunni. Algjörlega. Og Katrín. Sendir hann yfir, Svala, 1 á 1. Upp, missir boltan, frákastabaráttan, hvað gerist? Og dæmd villa. sekúndur eftir og staðan er 60-60. Gunnlaugur tekur leikhlé. Hvað erum við að setja upp núna, Kristína? Við erum alltaf, ég held að við tökum boltan inn hérna á varnarhelmingi, held ég. Já.
Ég væri til í að sjá Spanish, ég væri til í að sjá Sigurbjörgu sem bakvörðinn fá pick og roll fyrir Dagnýju, síðan Spanish þar sem að Sigurbjörg kemur út til bakspinn fyrir rúlarann, þannig að það opnast fyrir Dagnýju og Sigurbjörg hefur möguleikann á þristinu. Reyna að fá sem flesta optiona þannig að ílegi verða að bregða sig á mörgum stöðum til þess að búa til sem eins gott skot og þær geta mögulega að fengið. Ef þær skora núna geta það að fara í langt með þennan leik. Hann ætlar að færa boltan upp. Nei, svo sem hann á ekkert von á því að Vestraliði verði meira en 14 sekúndur í sókn hvað sem er. Reyndar ekki, en hann er kannski líka að horfa í 2 fyrir 1. 2 fyrir 1. Að fá síðasta skotið ef að IR skorar. Silvía með innkastið, Dagný. Meðan við svona hvernig þetta lítur út, þá er Dagný að fara að opna sig og Sigurbjörg að hlaupa í gegnum tvöfalda hindrun hérna á vikuleginni. Sá hún, speikar niðurskynni, færan, sjáuði, hún kemur hérna, galopinn, Sigurbjörg, þristur, stuttur og frákasta baráttan. Örinn er íringa, það var ekki uppkast og opinn völlur, Aníta Jónsdóttir, alein í hraðahlaupinu, klikkar á leiðaupinu og villa. Vestri á boltan, það er jafnt, 24 sekúndur eftir. Þær geta tekið síðasta skotið í leiklutanum. Vestra stelpur upp og núna þarf Dagný að ná boltan og halda boltanum hérna hátt á vellinum þangað til að það eru bara svona 6 sekúndur eftir og fara í síðasta skotið. Það þurfa bara að vera rólegar. Verður rólegar. Og Aníta gengur ekki. Hann dæmir vill á gólfinu, 6 sekúndur eftir, Haddi á 2 víti samt, af því það er bónus. Ég skil vel Gunnlaug byggjum skrefdóm hérna en Vestra stelpur þurftu alls ekkert að drífa sig. Alls ekki, þær hefðu getað tekið síðasta skotið. 5. villan á unnið, hvað gerir Haddi? Það eru pressu vítaskot hérna með 6 sekúndur eftir á klukkunni. Þarna hefði ég viljað sjá Gunnlaug, þjálfara Vestra, kalla inn á þær að vera bara rólegar. Stýra þeim svolítið. Já, stýra þeim, láta hana bíða. Segja hvenær Dagný á að ráðast á körfuna. Inn og út, Haddi geigar á fyrsta vítinu. Og seinna skotið, hvað gerist? Og hann fer ofan í og það er leikhlé. Gunnlaugur tekur leikhlé. Færa væntanlega boltann og eru að fara að leita. Ég myndi finna tvist fyrir Dagnýju og til vara þrist fyrir Sigurbjörgu, en þær þurfi ekki þrist, þær þurfa bara að skora. Þær þurfa bara að skora. Keyra á IR-vörnina myndi vera skilaboðin mín. Láta Dagnýju sækja inn í kontakti, setja press á dómarana að flauta villu. Haddi setur niður risavaxið víti, stigahæst í IR-liðinu með 18 stig. Og klárlega með tvöfalda tvennu í þessum leik. Já, klárlega. Og með 11 stig eftir þrjáleik. Nei, 11 prósent eftir þrjáleik. Það er fróðlegt að sjá hvað Gunnlaugur þjálfari Vestra stelpna dregur upp úr hattinum. Nú er staðan þannig að það er bónus báðum megin. Þannig að ef að IR brýtur, þá fara þær á línuna. Ég myndi setja boltan í hendurnar á Dagnýju. Hún er 5 á 8 á vítalínu, þannig að það er meiri líkur en minna að hún setja allavega 1 vítið. Dagný, það er bara lykilatriði að Gunnlaugur komi boltanum í hendurnar á Dagný með fyrirliða liðsins sem er búin að vera stórkostleg ásamt Vestra liðinu í dag. 61-60 IR-ingar að klóra sig áfram hérna á síðustu metrónum. Nei, herrjus, hvað er við að sjá? Hann er með Dagnýju að taka boltan inn. Þetta er áhugavert. Mögulegt handoff, hann er með 6 sekúndur. Já. Það er tíma. Þarna skrín, Sigurbjörg opnar sig, handoff og keyrir á vörnina. Og Valgerður, skot,
gengur ekki, leikurinn er úti. Flott kerfi, gott skot. Sigurbjörg með góða sendingu, Valgerður fær Það var bara vel framkvæmt Sókla Vestra. skot úr horninu. En ÍR-ingar sleppa við skrekkinn og landa stigssigri 61-60 eftir ótrúlega frammistöðu Vestrastelpna hérna í seinni hálfleiknum. Þar sem að Sigurbjörg Árnadóttir bara kveikt í netinu með 22 stig í seinni hálfleik. 6 þrista í 12 skotum. Já, það er bara ótrúlega frammistaða og samaskapið frábær frammistaða hjá Birgittu Líf og Hatti Jópi hinum megin sem að voru mikilvægir hérna í krönsinu og Anita Jónsdóttir Fyrli í millivandræðum allan leikinn, enda leikinn með 14 stig. En frábær körfuboltaleikur á enda og þá er það ljóst að það eru ÍR-ingar efsta sætið sem að halda velli og tryggja sig inn í úrslitaleik morgundagsins gegn heimastelpum úr Njarðvík hérna í Ljónagryfjunni klukkan 12:30 með stemminguna á pöllunum í dag. Þá verður stemmingin rammögnuð á pöllunum á morgun. Það er nokkuð ljóst. Ég heiti Rúnar Ingi Elvingsson og með mér Kristjana Eir Jónsdóttir. Takk fyrir samstarfið í dag. Takk fyrir leiðis. Og við þakkum fyrir okkur og áfram körfubolta. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir komuna í dag. Það er þá Njarðvík og ÍR sem leika til úrslita á morgun 12:30 hér í Ljónagryfjunni. Sjáumst aftur á morgun.